Viltu prófa? Já. 650. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn í Stapa Hljómahöll 21. mars 2023 klukkan 17 hér settur. Viðstaddir eru bæjarfulltrúarnir Bjarni Páll Tryggvason, Díana Hilmarsdóttir, Friðjón Einarsson, Guðbergur Reynisson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Helga Jóhanna Oddsdóttir, Alexander Ragnarsson, Margrét Þórarinsdóttir, Sverrir Bergmann Magnússon, Valgerður Björk Pálsdóttir og sú sem hér stendur Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir. Að auki situr bæjarstjóri Kjartan Már Kjartansson fundinn og Hrefna Gunnarsdóttir ritari sem ritar fundargerð. Á dagskrá þessa fundar eru 6 mál, en þau eru fundargerð bæjarráðs frá 9. og 16. mars síðastliðnum, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 17. mars, 3. mál fundargerð framtíðarnefndar frá 8. mars, 4. mál fundargerð fræðsluráðs frá 10. mars, 5. mál síðari umræða upplýsingaöryggisstefnu Reykjanesbæjar og 6. og síðasta málið síðari umræða húsnæðisáætlun Reykjanesbæjar 2023. En þá göngum við til dagskrár og fyrst tökum við fyrir fundargerðir bæjarráðs frá 9. og 16. mars síðastliðnum. Orðið laust. Helga Jóhanna Oddsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og góðu gestir. Ég kem hérna upp undir fundargerð bæjarráðs frá því 16. mars síðastliðinn, lið 1, þar sem verið að ræða Stapaskóla og fyrirhugað útboð á 3. áfanga. Og vil með leyfi forseta lesa upp bókun sem við bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins viljum gjarnan leggja fram. Við bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lýsum áhyggjum okkar af fyrirhuguðu útboði við 3. áfanga Stapaskóla. Ljóst að núverandi bygging verulega óhagkvæm og innan hennar allt of mikið rými sem ekki nýtt. Byggingin þegar orðin mjög dýr og mikið lagt í hönnun og flottheit sem hafa ekkert með gæði skólastarfs að gera. Í kostnaðarmati Stapaskóla við útboð á 3. áfanga hönnunarkostnaði enn haldið fyrir utan kostnaðarreikningana. Þetta endurspeglar á engan hátt heildarkostnað verkefnisins og með engu móti hægt að bera saman kostnað per fermeter til að meta hagkvæmni byggingarinnar samanborið við aðrar byggingar. Við hvetjum því til þess að ekki sé skorast undan að gera ráð fyrir öllum kostnaðarliðum, annað gefur í besta falli skakka mynd af umfangi verkefnisins. Þessi bygging hefur frá upphafi verið gífurlega dýr og að okkar mati illa ígrunduð. Sú ábyrgð alfarið á herðum meirihlutans. Við sitjum því hjá í fyrsta lið fundargerðar bæjarráðs frá 16. mars en samþykkjum fundargerðina að öðru leyti. Takk. Þá næst óska eftir að taka til máls Bjarni Páll Tryggvason. Forseti, bæjarfulltrúar og góðu gestir. Ég kem hérna undir fundargerð bæjarráðs og sérstaklega undir liðnum sem hefur verið fjallað hérna rétt fyrir fundin hjá okkur hérna núna áðan sem kom inn á málefni flóttamanna í Reykjanesbæ. Og við vorum svo lukkuleg að hérna fyrir fundin að þá áttum við samtal við ráðherra félags- og vinnumarkaðar og Vinnumálastofnun. Og það eiginlega með ólíkindum að heyra þau viðhorf og til stöðuna sem þau hafa búið til hér á svæðinu og svona svekkelsi fyrir mig persónulega að hlusta á máttleysi þessara tillagna sem liggja þarna fyrir. Í raun og veru var verið að segja við okkur, staðan slæm, það neyð, Reykjanesbær eina bæjarfélagið sem skal hjálpa okkur að takast á við þessa neyð, en nota bene, áður en það skánar, þá munur þetta versna og svo þetta bara jafn slæmt og það núna. Ég veit ekki alveg hvað maður að segja við þessum hlutum og ég verið að hugsa yfir því hvernig við eigum að moka okkur út úr þessari stöðu. Því að Reykjanesbær, eins og búið að benda ítrekkað á, hefur svo sannarlega staðið sína plikt í málaflokki einstaklinga sem leita verndar á Íslandi
Og það að standa sína plikt hefur Reykjanesbær meðal annars gert með því að skuldbinda sig til að þjónusta alltaf 350 einstaklinga í þessum sporum og við höfum bara gert það vel. Og við höfum gert það þannig, svo ég vitni í orð ráðherra, að eftir sé tekið í íslensku samfélagi. En þessi þjónusta og það sem henni fylgir reynir náttúrulega á innviði samfélagsins og það er eingöngu vegna fagþekkingar og þess hugafars sem starfsmenn málaflokksins hafa haft til hans og hafa í farteskinu í sínu daglegu störfum hafa gert Reykjanesbæ kleift að sinna þessu verkefni jafn vel og gert hefur verið. Og við höfum meira segja getu til þess að hlaupa tímaböndu undir bagga þó það bætist við þessa 350 einstaklinga sem við höfum skuldbundið okkur til að þjónusta 200 til viðbótar. Það er ekki neitt stórkostlegt með það. En eins og staðan er núna, þá er sú þjónusta og það sem henni fylgir farin að reyna verulega á innviði samfélagsins og við erum að horfa á það sem er lýst í samningi Reykjanesbæjar við ráðuneytið að raunveruleikinn er ekkert þessi 350 manns sem við búum við í dag. Stefna Vinnumálastofnunar, Framkvæmdasýslu ríkisins og ráðuneytisins og Alþingis alls að því virðist er svo að það sé farsælast að vista meira og minna alla einstaklinga sem leita verndar hér á landi inn í Reykjanesbæ og taka þar með getuna af okkur bæjarfélaginu til að sinna því sem við höfum skuldbundið okkur til að sinna. Það er í dag, 21. mars, mörg 100% fleiri einstaklingar sem sækja þjónustu í sveitarfélaginu okkar en hefur verið samið og þetta er farið að grafa verulega undan stöðunni. Og í boði ríkisvaldsins þá hefur það verið sjálfsagður hlutur að sprengja upp alla innviði hér á svæðinu. Að reka skóla hérna er orðið eins og að reka sóttvarnahús á COVID-tímum. Það er engin fyrirsjáanleiki í því hvað er í gangi. Skipulag starfsins er verulega flókið og erfitt. Hvort það verði 1 eða 2 bekkir í næstu viku getur enginn svarað í ákveðnum árgöngum. Leikskólar standa fyrir svipuðum áskorum frammi fyrir þeim. Það er búið að bæta við sérstökum vögnum í almenningssamgöngukerfi bæjarins til þess að þjónusta eingöngu þennan hóp. Ég hef ekki hlustað á annað síðan maður fór svona aðeins að fylgjast með þessum málaflokki til dæmis að helsta vandamáli varðandi almenningssamgöngu væri vannýting. En nú er verið að bæta í þann málaflokk eingöngu til þess að takast á við þessar áskoranir. Og það koma íbúar að máli um mig og kvarta yfir því. Og það er leiðilegt að segja þetta en þetta er bara staðreynd sem ég er að heyra og ég get ekki ignorað það að bara ákveðnum tímum að þá forðast þeir að fara til dæmis í verslunarkjarna hérna í bænum vegna ágangs ungra karlmanna sem hópast það saman og virðast vera að gera lítið annað en að slæpast eða drekka. Það er öll virkniúrræðin sem er í boði fyrir hennar hóp greinilega. Og almennar umgengnisreglur í sundlaugum bæjarins eru virtar að vertugi og einstaklingar hérna hafa komið að máli við mig og eru að íhuga að flytja jafnvel úr bæjarfélaginu. Og það er ekkert að tala um það í hálfgerningi. En að sjálfsögðu, það eru fyrst og fremst einstaka aðilar sem er að setja slæmt orð á málaflokkin og þar með hópinn allan í hugum sumra. Og það þarf því að gæta sanngirni í umræðinni og við þurfum að hafa dómgreind til þess að greina þar á milli. Því sannarlega er stór hluti umsækjenda alþjóðlega vernd að flýja stríðshörmungar og vilja fátt annað en skjól í skamman tíma þar til það getur snúið aftur til síns heima. Á íbúafundi undir yfirskriftinni Fólk á flótta sem haldinn var í Stapa þann 1. mars síðastliðinn þá fengum við að heyra af fólki sem kom hingað í leit og vernd og vinnur að því að aðlagast samfélaginu og er að virkir þátttakendur í því. En það sem við fengum ekki að sjá þar var sá raunveruleiki sem ég hef minnst á hér að ofan. Það þýðir ekkert fyrir okkur að stinga hausnum í sandinn og afneita upplifun íbúa af þeirri stjórnlausu stefnu stjórnvalda að telja það farsælt að hér séu settir í hús umsækjendur alþjóðlega vernd langt umfram þá samninga sem gerðir hafa verið. Og þegar að bæta svo við fréttir af því að eigendur húsnæðis í Reykjanesbæ eru farnir að loka atvinnustarfsemi í sínu húsnæði og segja upp starfsfólki til að leigja líkinu húsnæði undir einstaklinga sem er að sækja um vernd og eins þeirra vera að segja upp fólki leigu og húsnæði á sömu forsendum, þá er bara fokið öll skjól í mínum huga. Það er ekki hægt að unna við þetta. Og það er því rétt að spyrja sig, hvað getur bæjarstjórn Reykjanesbæjar gert til að bregðast við? Og það væri óskandi að svarið væri einfalt. Því það er ljóst að Reykjanesbæjar hefur bara ekkert um það að segja hverjir leigja húsnæði hérna í bænum og hverjir flytji það húsnæði. Og Reykjanesbær hefur í raun og veru ekkert um það að segja þó íslenska ríkið myndi leigja hérna íbúðir undir 3.000 einstaklinga á flótta til viðbótar við þá sem eru hérna nú þegar. Og samkvæmt íslensku lögum þá ber okkur að veita þeim sem hafa lögheimili í sveitarfélaginu ákveðna þjónustu og undan þeim lagaskyldum getum við ekkert skotið okkur. Þannig að réttindi ríkisins til að loka augunum fyrir þeim samfélagsvanda sem að búið er að skapa hérna á svæðinu í ljósi þeirra gjörða er óumdeildur en skyldur sveitarfélagsins eru að sama skapi ekkert að hverfa.
En það er rétt að halda því líka til haga að þetta er ekki mál sem snýst peninga því íslenska ríki greiðir beinan kostnað sem þarf að leggja út vegna þessara þjónustu. Og það er einnig rétt að halda því til haga að félags- og vinnumarkaðsmálaráðherra Guðmundur Ingi, hann hefur ekkert verið í felum gagnvart þessari stöðu. Og það má gæta sanngirnis í því. Hann hefur mætt til fundar við bæði íbúa og ráðamenn, en ráðalausreysið virðist þó vera algjört. Og sama hvaða góðu vilyrði eru færð okkur bæjarfulltrúum að toppnum sé nú náð og hann í úr sig komið á öðrum sveitarfélögum að taka við, þá einfaldlega bara fjölgar og fjölgar og fjölgar og fjölgar. Hver áður óséð staðan á fætur annarri kemur upp. Mér þykir því rétt í ljósi þeirra frétta að ríkisvaldið sé farið að skipta við leigusala sem hiki ekki við að loka atvinnurekstri og hiki ekki við að segja upp leigusamningum við íbúa vegna þess að ríki borga betur, að þá sé bara fordæmi komið. Og ég bara hreinlega krefst þess að Vinnumálastofnun í umboði ráðherra gangi fram af jafnmikilli ósanngirni gagnvart öllum sveitarfélögum landsins og það gerir gagnvart Reykjanesbæ. Það er nóg af hótelum og leiguhúsnæðum allt land sem ríkið getur tekið yfir. Þetta er bara komið gott hérna í Reykjanesbæ. En að þessu öllu sögðu, þá vill ég náttúrulega bara árétta það líka sem ég sagði hérna í upphafi, að við viljum taka vel á móti umsækjendum alþjóðlega vernd og þjónusta það vel og við höfum verið að gera það. En sú staða sem við erum að horfast í augu við í dag, hún býður okkur hreinlega bara ekkert upp á það. Hún býður ekki upp á það að hægt sé að þjónusta þennan hóp og þegar innviðir bæjarins eru uppburnir og stefnir í algjört óefni í þessum máleflokki og þetta óefni er algjörlega á ábyrgð ríkisvaldsins, en við þurfum að takast á við afleiðingar þess. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Þá er næst óska eftir að taka til máls bæjarfulltrúi Guðbergur Reynisson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og gestir. Já, ég kem hérna undir sama lið, 5. lið í bæjarráðsfundargerð, erindi frá íbúum í Efstaleiti og þeir eru nú nokkrir komnir hérna. Ég er algjörlega sammálaður, Bjarni, bæjarfulltrúi Bjarni, að þetta er bara slæmt og við fengum kynningu á því hérna áðan og ég er nú með frá ráðherranum kynningu á því hvernig þeir ætla að bregðast við hjá Vinnumálastofnun og Útlendingastofnun. Við erum með, 250 herbyggi, við erum með 800 manns núna og þá að fara í yfir 1000 og svo aftur í 800. Og við getum engan veginn treyst í að það verði ekki bara 2000 eftir 1 ár. Þessi bæjarráðsfundur var 16. mars. Mér langaði til þess að biðja kannski bæjarstjórann að fara aðeins yfir hvað er búið að gera síðan, er búið að setja eitthvað plan, er búið að setja upp einhverja athugun hvað mikið þarf að ráða fólki í stofnanir bæjarins til þess að taka á þessu. Við erum með verslanir hér í bænum sem að fyllast af fólki alla daga og starfsmenn þar eru konur með neyðarhnappa til þess að geta haft samband við lögreglu strax. Þetta eru 7-8 dagar er búið að setja plan. Það væri gott að fá smá svona yfirferð. Takk. Margrét Þóranesdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir. Ég kem hérna einnig undir fundargerð bæjarráðs frá 16. mars. Lið 1 áfangi Stapaskóla. Ég er algjörlega sammála Sjálfstæðisflokknum og tek undir bókun Sjálfstæðisflokksins. Ég mun ekki mæla með þessari tillögu og ég mun því sitja hjá í þessum lið, en annars mun ég samþykkja fundargerðina í heild sinni. Síðan langar mér að koma hérna undir erindi 5, þar að segja frá erindi frá íbúum Efstaleitis. Ég tek alveg heilshugar undir áhyggjur íbúanna og ég tel að ástandið sé orðið algjörlega óásættanlegt eins og ég kom fram við, eins og ég lét ráðherra vita
Og ég bara velti fyrir mig hvað ætti meirihlutinn, Samfylkingin, Framsóknarflokkurinn og Brain leið, hvernig ætla þeir að fara að leysa þetta mál þannig að íbúarnir telji sig örugga á þessari götu þar sem þeir búa í. Og eins og að því að þið fóru nú aðeins út fyrir efnið þá ætla ég aðeins að gera það líka og tek undir með Bjarna Páli, bæjarfulltrúa Framsóknarflokksins. En eins og við öll vitum þá ekkert lát á straumi hælisleitenda til landsins. Á þessu nýbyrjaða ári eru þegar komnir rúmum 1000 manns til landsins. Það stefnir í enn eitt metárið. Nú berast fréttir af því að húsnæði fyrir hælisleitendur sé uppurið. En hver staðan í Reykjanesbæ? Sveitarfélaginu sem tók á móti hælisleitendur sem hefur staðið vaktina öðrum sveitarfélagum framar í móttöku hælisleitenda. Á Ásbrú, þar sem fjölmargir hælisleitendur búa, voru að berast þær fréttir af hóteli, eins og var nefnt hér áðan með fundi ráðherra að viðkomandi einstaklingur, hann ákvað að leigja Vinnumálastofnun hótelið og segja þar starfsfólki. Þetta er náttúrulega algjörlega óásættanlegt, en þetta að verða svona einhver gróðra stía fyrir fyrirtæki sem að geta leigt húsnæði. Það verið að breyta skrifstofuhúsinu upp á Ásbrú með tilheyrandi kostnaði svo hýsa með hælisleitendur. Félagsmálaráðherra Guðmundur Ingi frá Vinstri grænum sem fer með þjónustu við hælisleitendur hélt í byrjun mánaðar íbúafund hérna í Stapa málefni flóttafólks. Fundurinn átti að skila þolinmæði, þjónustu og samtakamætti íbúa við hælisleitendur. Hann átti einnig að auka skilning og draga úr óánægju. En eins og ég nefni þá bara íbúarnir algjörlega komnir að þolmörkum og allt samfélagið. Það bara þannig. Innviðirnir eru sprungið, það allt bara farið því miður. Og mér langar aðeins að nefna hérna vegna þess að það hefur komið fram á meðal íbúa og fleiri einstaklingar sem stunda sundmiðstöðina. Þar sækja hælisleitur sund í bæjarfélaginu í boði félagsmálaráðuneytisins og virða ekki reglur böðun án sundfata, fara jafnvel í nærfötunum í laugina. En starfsmenn laugarinnar gera athugasemdir eru þeir kallaðir rasistar. Þetta náttúrulega háalvarlegt mál. Þetta fólk kemur hingað og það á að lúta þessum lögum og reglum sem í okkar samfélagi. Það bara þannig, en þeir virðast ekki gera það og komast upp með það. Þessu þarf að breyta. Ég segi að ástandið sé algjörlega komið á þolmörkum og óánægja íbúa hvað varðar hælisleitendur komin yfir þolmörk. Verði hælisleitendum ekki fakkað í bæjarfélaginu munum við missa tökin á þessu ástandi og ég fann að hafa áhyggjur af því að það verði bara fljótlega í ljósi þess sem kom hérna fram hjá ráðherra í þessum fínu glærum hans, þá förum við að missa tökin á þessu. Þetta staðan og mér langaði bara að koma þess á framfæri. Við verðum að stíga fast til jarðar öll sömul, bæjarstjórn og mótmæla og vera ákveðin og óska svara og ekki láta þetta viðgangast. Takk fyrir. Friðjón Einarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ágætu gestir, velkomnir íbúar Efstaleittis. Ég ætla kannski taka undir allt sem hér verið sagt. Mér finnst fólk vera að tala eins svona í múgæsingu en ég ætla þó að segja það að því að til að halda ykkur ekki allan daginn varðandi Efstaleiti að ráðherra tilkynnti hérna tillögu að flytja starfsemi Rauða krossins upp á Ásbrú og hætta þar af leiðandi loka húsinu þar tímabundið Rauða krossinum þannig að fólk verður ekki að fara og labba gegnum hverfið ykkar á næstu vikum. Þannig að það allavega komið til að fara á ráðherra í því og það bara eftir þrýsting bæði frá ykkur og frá bæjarstjórn. Þannig að ég ánægður að heyra það að menn sé að leysa það mál. Þannig að vonandi tekst það öllum til heilla. Ég vil líka vara fólk við að tala hérna fara að tala eins og rasistar út í loftið hérna. Við þurfum að vanda okkur það sem við segjum og þó svo einn og einn útlendingur hafi farið í nærbuxum í sundlaugina þá fullt af Íslendingum sem gera það líka. Þannig að ég ætla að biðja ykkur aðeins að gæta orð ykkar saman það. Við þurfum að gæta það sem við segjum hérna hvernig tölum við fólk. Ég ætla bara að segja það svo það sé sagt. Stapaskóli, 3. áfangi, kemur mér ansi mikið og óvart þessi bókun sem Sjálfstæðisflokkurinn leggur hér fram. Bæjarráð byggingarnefnd Stapaskóla. Og
þessi bygging var unnin saman af öllum bæjarfulltrúum, byrja fyrir mörgum árum að hanna skólan og teikna hann og þar með talið leikskóli. Kemur mér mjög óvart að núna þegar við ætlum að bjóða út áður en við vitum hvað það kostar, að því við getum auðvitað hafnað tilbúin sem við fáum, að þá standi mann upp og segi að þetta sé ekki nógu gott. Það hefur engin skóli verið hannaður eins mikið og vel eins og Stapaskóli frá upphafi. Þannig er það bara. Þannig að ég skil ekki alveg þessi vinnubrögð að koma upp núna. Og enn á ný fer fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í pontu og talar að skólinn hafi verið allt og dýr og þetta sé bruðl. Samt búin að staðfesta það margsinnis að þessi skóli er einn allra ódýrustu grunnskóli sem byggður hefur verið á höfuðborgarsvæðinu og Reykjanesi í mörg ár. Þó maður segja að það sé dýr, þá er það ekki sannleikurinn. Hversu oft sem þið tuðið á því að þetta sé dýrastu skólinn, þá er það bara rangt. Ég skil ekki svona vinnubrögð hvort maður sé að tala út í lofti að þessi bein útsetting. Þetta er bara kolrangt. Ég ætla að biðja ykkur að skoða gögnin sem kynnt voru á síðasta kjörtímabili sem líka voru samþykkt af Sjálfstæðismönnum. Öll byggingin. Hönnunin, byggingin, allt var samþykkt af bæjarráði og þar með ykkur fulltrúa. Ég skil ekki svona vinnubrögð að koma alltaf eftir á. Og það kannski, það má breyta, ég tek undir það, en komið þá með einhverja lausnir, heldur en þetta. Og halda þessu enn og aftur fram að þetta sé dýrasti skólinn og bruðl, finnst mér bara til skammar. Ég er bara að ítreka það hérna. Og ég ætla að koma því til umhverfissviðsins að þau láti gögnin kostnað, senda það til að þannig geti lesað svart og hvítu, enn einu sinni. Ég ætla ekki að fara að halda áfram að ræða þessi útlendingamál. Ráðherra var hérna áðan, hann kom hingað til okkar að okkar beiðni. Við sendum neyðarkall til ráðherra fyrir stuttu síðan. Hann brást vel við. Þetta er nú sennilega í 4. og 5. skipti sem við hittum hann. Og við erum held ég öll sammála það að of langt er gengið og að við viljum finna lausnir sem eru farsælir fyrir alla aðila. Enginn okkar vill sitja í þessari stöðu sem sveitarfélagið er í nú. En það er alveg hárrétt sem hér hefur verið sagt að við ráðum ekki för til miður. Við ráðum ekki hvaða eignir eru leigðar. Þannig að þetta er erfitt að stýra en ég held að ef þessi áætlun sem hér var kynnt áðan, ef hún gengur vel eftir og þá sjáum við betri tíð. Þannig að ég vona að það gangi bara eftir. Ég veit að þetta er risaverkefni og það er þetta er ekki auðvelt. Langt frá því. Takk. Helga Jóhanna Oddsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég veit ekki hvort ég eigi að lesa aftur upp bókun okkar sjálfstæðismanna Stapaskóla en svo virðist sem bæjarfulltrúi Friðjón Einarsson hafi misskilið hana hrappalega. Þar er hvergi talað í efsta stigi dýrustu byggingu eða neitt slíkt. Við erum hins vegar að vekja athygli á því að þegar við ráðumst í þetta dýrar framkvæmdir á einni byggingu að þá óneitanlega frestum við öðrum áformum okkar, til dæmis uppbyggingu leikskóla annars staðar í bænum. Þar liggur hundurinn grafinn. Og varðandi leigusamninga og leigumálin að þá vil ég ekki gera svona lítið úr þessu eins og bæjarfulltrúi Friðjón. Þetta er háalvarleg staða. Ég tek heils hugar undir með Bjarna Páli og ég get verið sammála Friðjóni í því að við erum vissulega að fjalla fólk og við þurfum að vanda okkur þar. Það breytist aldrei. En hins vegar þá velti ég því fyrir mér eftir heimsókn ráðherra hérna áðan og fulltrúa Vinnumálastofnunar, getum við treyst því að þegar að gylliboð fleiri leigusala í sveitarfélaginu berast ríkinu að þau segi ekki bara já takk og haldi áfram fagnandi að því hér er svo mikið af húsnæði eins og þau segja. Þannig að án þess að gera lítið úr að þá held ég að við þurfum að halda mjög þétt á spilunum og við megum hvergi gefa eftir í þessari umræðu. Takk. Margrét Þórarinsdóttir, gjörðu svo vel, svo bæjarstjóri.
Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, já, Friðjón Einarsson, ég þakka fyrir svarið, hvað er framundan. Það sem ég hef miklar áhyggjur af, það vill nú þannig til að ég treysti ekki ríkisvaldinu. Enda samþykkti ég ekki þennan samning sem við gerðum við ríkisvaldið hvað var það samræmda móttöku flóttafólks. Það sem ég hef áhyggjur af, hvað tekur þetta langa tíma? Hvað eiga íbúar Efstaleitis að búa lengi við þennan ágang? Það þarf að bregðast við strax. Við vitum það að ríkið, það tekur allt svo langa tíma hjá ríkinu. En hvað ætlar Reykjanesbær að gera til að bregðast við þessu ástandi strax? Takk fyrir. Bæjarstjóri Kjartan Már Kjartansson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, góðu gestir. Ég ætla að fara hérna yfir að beiðni bæjarfulltrúar Guðbergs Reynissonar yfir það sem verið er að gera í málinu. En áður en gera það, þá vil ég leiðrétta misskilning, það er að segja að fyrrverandi eigandi hótelsins sem ræðir á Ásbrú, hann seldi það erlendum fjárfesti sem nýr eigandi hússins. Sá ákvað fljótlega eftir kaupin að hætta rekstri og leigja hótelið til þessara starfsemi. Þannig að það er ekki sá sem hefur rekið hótelið þarna margra ára skeið, bara svo það sé á hreinu. Hvað erum við að gera í málinu? Hver er áætluð þörf fyrir viðbótar starfsfólk? Það sem ég get sagt og hef rætt eða fengið upplýsingar er að velferðarsviðið okkar áætlar að það þurfa að ráða 6 viðbótar félagsráðgjafa til þess að þjónusta þann mikla hóp eða fjölda nýrra íbúa með erlent ríkisfang sem að langflestir eru fyrrverandi umsækjendur alþjóðlega vernd og eru núna komnir með alþjóðlega vernd og eru þar af leiðandi og hafa ákveðið að setjast hér að og eru þar af leiðandi íbúar í Reykjanesbæ sem eiga rétt á þeirri þjónustu sem að sveitarfélagið veitir sínum íbúum. Og stór hópur þeirra er að leita til okkar í Ráðhús Reykjanesbæjar og til félagsþjónustunnar og sviðsstjóri velferðarsviðs áætlar að það þurfa að ráða 6 nýja eða viðbóta félagsráðgjafa til að sinna þeirri þjónustu. Varðandi Sundmiðstöðina, þá höfum við ekki í Sundmiðstöðinni okkar við Sunnubraut verið með sérstaka baðverði í klefunum. Það hefur ekki verið talin þörf á því, en við vitum að það er til dæmis í Laugardalslauginni og á sumrin allavega í Sundhöll Akureyrar. Þar eru baðverðir allan daginn sem passa það að fólk fari eftir settum reglum. Við höfum ekki verið með það hér hjá okkur, en ég hef óskað eftir því við forstöðumanns íþróttamannvirkja að hann geri áætlun hvenær þyrfti ef þarf að halda, hvenær þyrfti að vera sérstakur baðvörður. Það þarf kannski ekki að vera frá 7 á morgnana til 10 á kvöldin, en svona einhver tíma yfir daginn og í bæði karla og kvennaklefa og hvað það myndi kosta og hann er að taka það saman. Ég hef líka óskað eftir því að hann og þau í Sundmiðstöðinni láti hanna og geri ráð fyrir því og kostnaðarmeti hvað myndi kosta að koma upp svona sérstökum baðklefum fyrir þá íbúa sem að einhverra hluta vegna, menningarmunur eða trúarbrögð eða annað, valda því að þeir telja sér ekki fært að baða sig án sundfata eins og við erum vön að gera frá unga aldri. Og þannig að þetta er í vinnslu. Varðandi Rauða krossinn og Strætó, þá hefur það þegar komið fram hér að það er í bígerð að flytja allavega hluta starfsemi Rauða krossins, kannski þá sem að umræddur hópur er að sækja mest í, upp á Ásbrú. Og að því að bæjarfulltrúi Margrét Þórarinsdóttir spurði hvað ætlar Reykjanesbær að gera í því, af hverju er ekki búið eða af hverju hefur Vinnumálastofnun ekki hleypt þessu fyrirhugaða virkniúrræði í offiseraklúbbnum fyrrverandi af stað. Það er vegna þess að klúbburinn er óinnréttaður. Það voru aðilar einhver tíma
byrjaðir að rífa hann niður að innan, þannig að það er verið að endurbyggja hann að einhverju leyti, þannig að hann henti starfseminni. Samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef ekki farið sjálfur að skoða. Og hitt að síðan þarf þá eftirlitskerfið okkar, eldvarnareftirlit, brunavarnir og aðrir að taka þetta út og gefa leyfi, því að það er líka verið að horfa til þess, þetta er stórt hús, að Háaleitiskóli sem er í næsta nágrenni fái hlut á húsnæðinu til kennslu barna sem eru nýkomin til landsins og eru að aðlagast, og stofna svona einhvers konar móttökudeild fyrir þau í þessu húsi, því að Háaleitiskóli er sannarlega fullsetinn. Það er svona umræðan. Þannig að við ætlum ekki að gefa neitt afslátt á eldvörnum eða öðrum öryggiskröfum, og það er bara verið að vinna í málinu. Og síðan þarf þá eldvarnareftirlitið að koma og taka þetta út. Að lokum, getum við treyst því að leigusalar bjóði ekki ríkinu húsnæði? Svarið er nei, við getum ekki treyst því. Ég held að við séum öll búin að átta okkur á því. Guðný Birna Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, kæru bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, góðir gestir. Já, áhugaverður dagur. Mig langar að koma inn undir fundargerð Bæjarráðs 16. mars, sem við erum í rauninni að tala efstaleitis erindið, en við erum einnig að tala bara stöðu fólk sem er að leita að alþjóðlegri vernd í okkar sveitarfélagi, og svo heppilega vildi til að við fundum með ráðherra áðan, líkt að við komið inn hér áðan. Bæjarfulltrúar tóku sig allir saman og sendu spurningar á ráðherra fyrir hans komu, því við vildum vita svör við fullt af hlutum, aðalega hver er staðan í dag og hver er framtíðarstaða þessa málaflokks hjá okkur, út af því að við höfum svona ekki verið eins innvinklu í þessa umræðu og stöðuna þetta mál eins og við hefðum viljað. Til að rekja söguna erum við með tvenns konar samninga Reykjanesbæ við þjónustu flóttamenn, þá í samræmdu móttöku 350 manns og fólk í leit alþjóðlegri vernd 70 manns, og höfum verið með þann 70 manna samning síðan 2004, eitt fyrsta sveitarfélag á Íslandi. Þannig að við höfum virkilega lagt vel í þennan málaflokk og að hjálpa þessu fólki og höfum staðið okkur vel þar, og við eigum þakkir fyrir það skilið. Varðandi fundi með ráðherra áðan, þá var ég þakklát fyrir hans komu hingað, en ég var fyrir verulegum vonbrigðum, og vil taka undir með bæjarfulltrúa Bjarna sem kom inn áðan og bæjarfulltrúum flestum, þegar ég vænti þess að sjá einhverjar lausnir. Það er verið að vinna í úrræðum, það er verið að opna virkniúrræði, það er verið að reyna að koma einhverju þjónustu á fyrir þetta fólk, en allt og lítið og allt og seint að mínu mati. Við spurðum sérstaklega fjölda, þar sem við erum nú þegar með tæpa 400 manna samning á hverju stigi fyrir sig, en fjöldin eins og þið öll vitið og finnið er komið langt umfram það. Það sem okkur finnst mjög sérstakt er að þar sem við höfum sinnt þessum málaflokki vel, höfum lagt okkur fram, höfum búið fram aðstoð og fræðslu til annar sveitarfélaga, að það sé ennþá í dag verið að taka á húsnæði leigu hjá okkur, ekki láta okkur vita af því, fjölga hér umfram allt sem við höfum samþykkt, og við erum að sjá svakalega tölur. Og þegar við spyrjum ráðherra hvað er planið, þá sjáum við bara meiri fjölgun framundan. Og ég velti fyrir mér, og það sem er orðið alvarlegra í þessu máli núna, er að ég skildi neyðina fyrst út af því að við vorum með laust húsnæði. Við vorum með heilan her hérna sem að fór og áttum fullt af lausum blokkum. Þannig ég skil það að fólk tók þær á leigu þar sem var laust, og ég skil neyðina og ég skil pressuna, og þetta fólk stendur ekki út á götu í mars. En þegar það er komið að því að
það eru teknar ákvarðanir að loka hér gistirýmum með eitt stærsta ferðamannasumar Íslands fyrr og síðar framundan. Þegar að það er verið að loka húsnæði á íbúa Reykjanesbæjar í vinnu sem borga hér skatt og gjöld og hvort sem það fundi fyrir því annað húsnæði eða ekki eins og ráðherra kom inn á. Það er bara, okkur varðar ekki um það. Það er verið að henda íbúum út til þess að leigja íslenska ríkinu sem er að taka hervöld í bænum okkar. Skil neyðina, en það er fyrir löngu síðan orðið tímabært að við sjáum einhver úrræði. Og úrræðin eru að það verður fjölga áður en verður fækkað, svo verður talan svipuð og þetta er lausnin. Þannig að ég vil bara þakka íbúum Efstaleittis fyrir þeirra bókun og þeirra áhyggjur og við skiljum þær mjög vel og við sjáum það er ákveðin breyting í okkar sveitarfélagi, við finnum það, við sjáum það og við viljum alls ekki að þetta verði það mikill fjöldi að hér komi útlendinga úlfúð út af því að við erum fjölmenningarsamfélag, við höfum alltaf verið það. Þannig að þessi fundur hryggði mig áðan, ég verð að segja það og hafandi spurt ráðherra hvað ert að taka langa leigusamning í Reykjanesbæ. Og þegar það er sagt að stefnt að því að fækka þessum herbyggjum og þessum fjölda, en það er samt verið að taka leigusamninga í 3 ár. Hvað ert að segja mér? Þannig að já, ég vænti þess að við verðum í miklum samskiptum við innviða félagsmálaráðherra, afsakið, og innviðaráðherra einnig. Út af því að það er alveg ljóst að það er mikill ágangur í okkar sveitarfélag og mikil aukning og svo mesta á Íslandi sýnist mér. Sem ég hef verulegar áhyggjur af. Og ég hef heyrt líkt og bæjarfulltrúi Bjarni og fleiri í íbúum okkar og ég hef heyrt í fólki sem er hætt að nota skólastrætó fyrir börnin sín. Og það kom með auka strætó og virkniúrræði 2 daga í viku. Hvað er það? Við viljum gera vel, við viljum sinna þessu verkefni, að þetta er algjörlega komið út fyrir okkar mörk, bæði sem við getum þjónustað með starfsfólki sem við höfum, með fjárhagsáætlun sem við höfum, með stuðning sem við höfum og þolinmæði íbúa. Þannig að jú, við munum halda áfram að funda með ráðherra og halda áfram að þrýsta á hin sveitarfélögin að hjálpa okkur í þessu risastóra verkefni, líkt og við höfum sagt hérna ansi oft. En ég er ekki með töfralausnin í dag, ég er það ekki. Og ég hefði vænst frekari lausna hjá ráðherra, hann kom með þær nokkrar, en mér fannst þær allar ekki bjarga okkur í dag, eða leysa þennan vandi í dag. En þetta að það sé verið að loka hér rekstri, að það sé verið að taka á leigu húsnæði sem er í leigu af íbúum Reykjanesbæjar, finnst mér út í hött. Guðbergur Reynisson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Bæjarfulltrúi Friðjón kom með lausnina að loka Rauða krossinum á Smiðjuvöllum og færa hann upp á Ásbrú og þar með væri orðið lausn fyrir íbúa í Efstaleiti. En íbúar á Ásbrú, ætlum við að færa vandamáli bara yfir í annað hverfi? Er það lausnin? Ég sé ekki lausnin í því. Ég held við þurfum að fara dýpri í þetta og leysa þetta fyrir alla íbúa Reykjanesbæjar. Það eru íbúar á Ásbrú í dag og fyrirtækiseigendur og ef að þeir fengju einhverju ráðið þá myndu þeir ekki hleypa þessu inn í sitt hverfi og þar með vandamál Efstaleitis ennþá virt. Þannig að við þurfum að leysa þetta aðeins betur en þetta. Takk. Takk fyrir þetta. Við heyrum það eru ýmsar áskoranir sem við stöndum frammi fyrir að þurfa að finna lausnir á
í samvinnu við meðal annars ríkið og fleiri. En við skulum ekki gleyma því að við erum líka að tala um fólk, við erum að tala um manneskjur þarna á bakvið. Þannig að hjá okkur virðist kannski aðaláskorunin vera fjöldinn, þannig að við skulum hafa það í huga. Það voru ekki fleiri sem ósku eftir að taka til máls. Jú, Friðjón Einarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, gestir, mér langar bara, þó ég sé nú ansi hugmyndaríkur stundum, þá á ég ekki hugmyndina, eins og Guðbergur nefndi, bæjarfulltrúar Guðbergur. Það kemur fram hjá ráðherra að Vinnumálastofnun og Rauði krossinn hafa rætt félagsstarf og þeir síðarnefndu, það er að segja Rauði krossinn, tekið vel í að flytja félagsstarf sitt frá Smiðjuvöllum og upp á Ásbrú sem mun minnka álag og samgöngur og hugsanlegt ónæði við Efstaleiti. Þetta er tillaga ráðherrans og er hann sem hefur talað við Rauða krossinn. Þannig að við skulum bara vona það og við viljum ýta á það að þetta verði gert eins hratt og mögulegt er. Valgerður Björk Pálsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Já, mér er svo áhugavert að hlusta á umræðurnar og það eru greinilega allir svona í sínum búblum, heyra hitt og þetta frá íbúum. Fyrir mig persónulega leyti heyri ég ekki mikið af því sem þið hafið lýst hér í dag, áhyggjum. Ég skil vel þar sem eitthvað ónæði er. En ég skil ekki alveg hvað bæjarfulltrúi Guðbergur á við þegar að vera að færa vandamálið upp á Ásbrú. Hvert er vandamálið nákvæmlega? Og svo segir hann líka, með leyfi forseta, að hleypa þessu inn í sitt hverfi. Hleypa hverju? Þetta er bara fólk sem er að sækja sér þjónustu og verslun. Svo finnst mér bara mjög mikilvægt að það séu staðreyndir á bak við það sem er sagt hérna. Og að það sé ekki verið til dæmis að staðhæfa án þess að hafi farið fram einhver rannsókn á því að ungar konur, stúlkur, eru hættar að sækja sundlaugar vegna áreitis þar. Mér sýnist ég vera svona með þeim yngri alla hér í sal, ég kannast ekki við þetta. Jú, mögulega er fólk hætt að sækja sundlaugina, það er líka ýmsar úrbætur sem eiga að fara fram í sundlauginni, en það er ekki bara hægt að staðhæfa eitthvað svona án þess að hafa eitthvað bak við það annað en einhverjar 2-3 sögur. Takk. Takk fyrir þetta. Það er ekki fleiri sem óska eftir að taka til máls. Forseti ætlar að gera fundarhlé og óskar eftir að bæjarfulltrúar komi hér aðeins afsíðis.
Fundarhléi er lokið. Við stöndum hér og erum að taka fyrir fundargerðir bæjarráðs frá 9. og 16. mars. Fyrir fundarhlé höfðu ekki fleiri bæjarfulltrúar hvatt sér hljóðs. Þeir sem samþykkt geta fundargerðir bæjarráðs frá 9. og 16. mars eru beðnir að gefa merki. Og þær eru samþykktar 11:0. Þá tökum við næst fyrir fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 17. mars síðastliðnum. Eins og áður eru nokkur mál þar undir sem við þurfum að afgreiða sérstaklega. Og hér koma þau. Það er fyrst 5. mál fundargerðarinnar, Lerkidalur 1. Orðið er laust. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þeir sem samþykkt geta Lerkidal 1 eru beðnir að gefa merki. Og það er samþykkt 11:0. Þá tökum við næst fyrir 6. mál fundargerðarinnar. Það er Brekadalur 48. Orðið er laust. Þeir sem samþykkt geta 6. mál Brekadal 48 eru beðnir að gefa merki. Og það mál er samþykkt 11:0. 7. mál fundargerðarinnar Huldudalur 15 til 17. Orðið er laust. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þeir sem samþykkt geta 7. mál fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs eru beðnir að gefa merki. Og það er samþykkt 11:0. Þá tökum við næst fyrir 10. mál fundargerðarinnar sem er Heiðarvegur 4 Kvistur. Orðið er laust. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þeir sem samþykkt geta 10. mál Heiðarveg 4 Kvistur eru beðnir að gefa merki. Og það er samþykkt 11:0. Þá tökum við næst fyrir 11. mál fundargerðarinnar sem er Dreifistöð 254 við Fitjabraut. Orðið er laust. Þeir sem samþykkt geta 11. mál eru beðnir að gefa merki. Það er samþykkt 11:0. Þá tökum við hér síðast fyrir 12. mál fundargerðarinnar sem eru Flugvellir 23 breyting á byggingarreit. Orðið er laust. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þeir sem samþykkt geta 12. mál Flugvellir 23 breyting á byggingarreit eru beðnir að gefa merki. Og það er samþykkt 11:0. Þá gefur forseti orðið laust fundargerðina í heild sinni. Margrét Þórarinsdóttir, gjörðu svo vel. Nú. Við erum búin að vera að samþykkja svo mörg mál að það er eðlilegt að fólk ruglist í rýminu. Enginn sem óskar eftir Bjarni Páll Tryggvason, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og góðir gestir. Ég kem hérna upp undir fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs og langar sérstaklega að koma aðeins inn á annað mál sem var á dagskrá, sem var kynning á K64, sem eru margt tímamótaverkefni hérna á svæðinu. Þarna erum við að ná fram þeim merka áfanga í fyrsta skipti að sameina undir einu sameiginlegu skipulagi ansi viðamikið landsvæði og verðmætt landsvæði í okkar bæjarfélagi og í nágranna sveitarfélögum líka, í samráði við hagaðila sem hafa einnig mikla aðkomu að því hvernig hlutinni byggjast upp hérna í samfélaginu hjá okkur, sem eru Katagó og Ísafía. Og í grunninn er náttúrulega búið að búa til hérna algjörlega frábært konsept og eftirtektarvert hvernig þetta er sett fram. Þarna er búið að leggja drög að skipulagi sem kallar á fjárfestingar upp á, vel á annað 100 milljarða, 200 milljarða. Ég veit ekki hversu margir Stapaskólar það eru, en þeir eru ansi margir held ég. Og